Góðan daginn. Og núna ekki kvöldútsending, nú morgunútvarp. Við þáttakendur í marathon útsendingu hérna og byrjum með sjávarútvegsspjall klukkan 9 að morgni. Þannig að þetta öðruvísi heldur en hefur verið hjá okkur og gestir mínir í dag eru Ólafur Jónsson og Jón Baldvin Hannibalsson. Þetta eiginlega framhald frá því fyrir hálfum mánuði síðan. Og drengir, og mér langar kannski að byrja á að spurja Jón hvernig á að bregðast við á Alþingi. Nú allt stopp í dag í pólitíkinni varðandi aðalega veiðileyfagjöld. Hvað myndir þú leggja til að ríkisstjórnin gerði í þessari stöðu, Jón? Þetta náttúrulega stjórnarandstaðan að ganga fram af sjálfri sér og ganga fram á þjóðinni með leiðindum. Já. Þetta hundleiðinlegt, þetta ekkert varð í þetta. Það halda 20 ræður sama máli eða 40 ræður eða hvað. Já. Og málfrelsi, þetta tíðkast ekki neinu þjóðþingi. Rökræður mál og breytingatillögur fara fram í nefndum. Og þeim fylgir maður úr hlaði í almennum umræðum. Ég var ekki nema 16 ár á þingi, ég held ég hef aldrei tekið þátt í svona skrípaleik, aldrei. Nei. Af því að ég hef skömm á þessu. Já, en sko stjórnin á eitt úrræði ef ræpan stoppar ekki og það að binda enda á þetta. Það er 2 fordæmi fyrir því. Man ekki hvað kallað það í þingsköpum, en stjórnin hefur tök á því. Já. Og ef að auðvitað bara beita því ef að menn vilja. Já, ef að stjórnarandstaðan Nær Ingólfsson kemur ekki til sjálfra sín. Já. En það þetta hefur verið að mér skilst tvisvar sinnum notað. Já. Fyrst 49 og svo aftur 79. Guðrún Helgadóttir hafi notað þetta einhvern tímann. Sko til, skörungur úr Hafnarfirði. Já, ég heyrði einhverja útgáfu, ég held hjá Ólafi Harðarsinni, hann var að benda á þetta. Já, það var einhver allavega stjórnmálafræðingur sem var að segja þetta. En þetta dálítið sérstakt hvernig stjórnarandstaðan að haga sér. Já, þetta á ekkert skilt við málefni. Sko, það verið að afvegaleiða umræðuna, það alltaf það aldrei verið að einbytta sér að aðalatriðinu. Sko, allt þetta blaður að þetta sé skattur, þetta ekki skattur, þetta afnótagjöld. Það sé skattur á landsbyggðina. Þetta á skattur á landsbyggðina, fórnarkostnaður kvótakerfisins var bitnaði fyrst og fremst á landsbyggðinni í raun og veru vegna þess að hvert sjávarplássið og fætur öðru misti kvóta. Hrundi. Og þar með fasteignaverð og allt hvað og fólksflótti og allt hvað inna. Þeir þykjast vera einhverjir verndarar landsbyggðarinnar í dag. Þessi menn sem að lásuðu grein eftir Aðalstein Kjartansson Köngulóar vefinn, það að segja vensl og tengsl fyrirtækja samsteypana. Á heimildinni. Og sko það virðingarvert að hann gerir þetta, sko ekki hefur ríkisútvarpið lagt í svona vinnum. En þarna blasti við og einnig opnunni tengslaneti, það eins og Köngulóar vefur. Og hvað kemur í ljós? Það kemur í ljós að tveir einstaklingar hafa ráðandi tök í fyrirtækjasamsteypum með hvað? 78% af veiðiheimildum.
Það var nú vitað að fyrirtækjasamsteypurnar 15 borguðu 64% af öllum veiðigjöldum í fyrra. Já. En það hafði nú ekki hvarflað að mér að samþjöppurinn væri slík að 2 einstaklingar með ráðandi ítök í samsteypunum, því að það eru krossvenst hefðu tök á 3/4 hlutum af aflaheimildunum. Ég efast að hafa hvarflað á nokkrum manni nema þeim sjálfum þá, ef þeir vissu það. Jú, þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera. En þetta, og hvaðan taka þessir menn, sína umbun sinna starfa? Þeir gera það ekki í framtöldum tekjum, þeir gera það í arðgreiðslum upp á milljarða, og arðgreiðslurnar fara til eignarhaldsfélaga, og eignarhaldsfélögin eru í eigu eignarhaldsfélaga, sem eru í eigu eignarhaldsfélaga út allan heim. Og hérna og síðan því við að bæta að því að sveitarfélög, það er sagt að þetta sé aðför að sveitarfélög lifa útsvörum, en fjármagnstekjur og það með talin arður kemur ekki til sveitarfélagana, hann kemur beint í ríkiskassan. Nei, það er bara gaman að horfa á þetta eins og bara hjá Ísfélaginu í Vestmannaeyjum. Arðurinn sem verður þar til, hann er ekki eftir í Vestmannaeyjum. Nei, hann rúmast ekki fyrir Eyjum. Nei. En það er reyndar annað fyrirtæki í Vestmannaeyjum sem seldi kvótann sinn inn í vinnslustöðina og hérna er að byggja upp glæsilegt landfiskeldi og er að gera það með... Í Eyjum? Já, í Eyjum. Með miklum glæsibrag. Þetta var útgerðarmaðurinn á Þórunni Sveinsdóttir sem átti hana og var skipstjóri þar í mörg ár, Sigurjón Óskarsson. Sigurjón, já. Einn af þeim mörgu bræðrum. Hann á nú fleiri bræður þarna sem að hafa verið farsælir og góði skipstjórar. Já. En þetta er munurinn á hvernig fjármagnið úr sjávarútveginum fer. Ég held að Ísfélagið, eða réttara sagt Guðbjörg Matthíasdóttir, eigandi Ísfélagsins að stærstum hluta, að hún eigi fyrirtæki hér upp á landi sem velti 27 milljörðum á síðasta ári og hún tók sér, eftir því sem maður heyrir, 3 milljarða í arð út úr því fyrirtæki og það fyrirtæki á þýsk-íslenska og orrabönir og hérna hlut í Dominos pizzum og á mörgum sviðum. Bara nefndu það nánast, tryggingafélögum og kannski hún er held ég stærsti hluthafinn í Mokkanum og ýmislegt fleira. Hún og Samherji. Samherji er í Sín, það er hann hérna Þórólfur í kaupfélagsstjóri. Það er Þórólfur, sem er með Mokkan, í Morgunblaðinu. Já, hérna það þýðir ekkert það þýðir ekkert annað heldur en að borga með leiður honum að staðvís. Þið skuli hafa þá samt. En þannig komið að kjarna málsins. Þetta er orðin fjárhagsleg elíta, úrvalshópur, og stærðar hluthöllin eru þannig að hérna, þetta er eins og það er ekki hægt að líka þessu við neitt annað heldur en auðtífinga í sumum vanþróðum þjóðum, skulum segja olíuauðurinn í Luanda er í höndum einna pólitískra ættar hérna og í Rússlandi það er vissu ekki einætt en skjólstæðingar Pútins eru líklega kringum 100 allt í allt en þeir hafa sölsað undir sig og fengið fyrir slikk allar auðlindir Rússlands. Þetta þýðir það að það skiptir máli hvernig þetta er fjallað. Rússland er einræðisríki, fjölmiðlar eru allir undir stjórn, málfrelsi er ekki neitt. Ef menn eru taldir hættulegir þá eiga menn á hættu að hverfa, sporlaust. Það er nú ekki komið á það stig hér ennþá, en auðvitað er svona umskautun þjóðfélagsins
hættuleg. Bara stórhættuleg. Þú nefndir að Vestmannaeyjadrottningin á víða ítök. Sko stærstu fyrirtækin, helstu fyrirtækin sem eru ráðandi fyrirtæki núna og fara með mestan hluta af veiðiheimildunum, þeir eiga í flutningafyrirtækjunum, þeir eiga í heimskip og samskipum, þeir eiga í olíufyrirtækjunum sem drífur það áfram, þeir eiga í tryggingafyrirtækjunum, þeir eiga í bónus og hagkaup. Og þannig mætti lengi telja og þetta þeir búin að endurreisa gamla fákeppnis og einokunarkerfi húseignafélög sem að leigja út og þetta það alveg stórkostlegt hérna húseignarfélög og þar kannast þeir alveg við það hvað leiga sko. Það er ekki þeir hafa varað sérstaklega við því að setja þak á leiguna það myndi bara tíða að menn vilja bara ekki leigja og samtök atvinnulífsins búin að kæra til ESA að félagslegt húsnæði, það segja óhagnaðardrifin félög eins og verkamannabústaðarnir voru í gamla daga, fái að keppa á markanum við heiðarlega og ærlega kapitalista og segja þetta brot á samkeppnisreglum. Það er ekki til svo borg í Evrópu þar sem ekki félagslegt húsnæði. Það er frá svona 20-30% upp í yfir helming í Vínaborg. Svo að það þýr nú lítið að leita til Evrópu það að banna fólki að fá þak yfir höfuðið á viðráðanlegum kjörum. Þetta er ein mesta meinsemdin, það sýnir nú að menn eru oft ekki mjög framsýnir hér á landi að sko við fórum í gegnum hrun, já, og þá hrundi byggingariðnaðurinn, já, en við vorum fljótir á lappirnar, fljótari en aðrir og af ýmsum ástæðum en það var ekki nægileg framsýni til þess að sjá það að halda fjölda íbúðar húsnæði sem að er byggt eins og þarf að vera. Þetta datt niður og nú er bara heil kynslóð ofurseld okurlegu. Og kemst ekki í að kaupa sitt eigin húsnæði. Þú eru bara kærðir til lesa. En hvaðan kemur allur þessi arður sem búin að vera núna eftir hrun? Hvaðan kemur hann? Hefurðu hugsað það? Já, Seðlabankinn veit svolítið það því að heldur betur. Þeir buðu þeim sem höfðu komið sínu fé undan hruninu í skattaskjól, þeir buðu þeim alveg sérstaka gengisskráningu evran á 220 krónur með mig. Jú. Og Már vinur minn og félagi sagði þegar aðspurður hvernig hún dytti í hug að gera svona nokkuð, þá sagði hann Seðlabankinn ekki sitjaðistofnun, Seðlabankinn banki og þar fór það. En þú spurðir hvaðan komum peningandi, þeir komu úr skjólunum. Býttu aðeins. Hvað skeður 2013? Já, 13, segðu frá. Svo náttúrulega gengisskráning. Flotgengi krónu tekið úr sambandi. Já. Og hvað gera þeir? Þeir taka upp handstýringu sem Háskóli Íslands hafði fordæmt 1991 að gæti aldrei gengið vegna hagsmunatengsla á Íslandi. Þeir tók upp handstýringu og byrjuðu að kaupa upp gjaldeyrir. Komu í veg fyrir það að við kæmumst út úr hruninu. Og við erum ennþá á þessu gengi sem sé 60% gengisfellingu. Hvað gerði þetta fyrir launafólk og lífeyrisþega? 45% kaupmáttarrýrnun. Það er það sem við erum búin að vera að berjast við núna í 12 ár frá 2013. Já, þú ert ekki að tala gengið of lágt. Gengið bara verðlaus króna. Gengið fyrir hrun var 92 krónur evran. Í dag hún 145 krónur. Já,
142. Já, gott að fylgjast með, þá veistu hvað ég að tala. Já. Hún aðeins að styrkjast núna, en það er bara 5-6 vikur síðan að hann byrjaði að kaupa gjaldeyri aftur. Og hann var stoppaður í því núna fyrir viku síðan. Og núna er krónan sem sé byrjaði að styrkjast aftur. En þetta eru peningandi sem þeir eru að taka. Þetta færir þeim 60% hærri krónu tekjur. Já. Rétt gengisskráning gerir það. Já. en það sem að partur af því af hverju við komumst eða réðum við afleiðingar hrunsins betur en margar aðrar þjóðir. Það var út af meðal annars kapitalkontról. Ekki þessu. Kapitalkontról, það var bannað að fara með kapital úr landi. Þess vegna gat Sigmundur Davíð samið við kröfuhafa í þrotabúunum það að fordæmi Malasíu gerði þetta í Asíukreppunni 1998. Það var svona það var bankakreppa og gengiskreppa. Hún lýst sér í því að fyrirtæki sem voru að fjárfesta í gróðavænlegum hlutum þar eins og túrisma, hótelum og ferðaiðnaði og því slíku ætluðu að ryksa burt með allar sínar fjárfestingar en voru stöðvaðir. Og Malasía sagði þið farið ekki fet því ef þið farið þá leggjum við á okkur windfall gains tax, það segja ofurgróða skatt. Þar með eru þeir að semja og niðurstaðan var svo að flestir fóru ekki eða fóru á skaplegum og umsömdum hætti. En capital controls, það að segja stýring á að afnema frjálsa fjármagnsflutninga, það var lykilatriði í því að kapitali flúðist allt. Það átti ekki við í þessu. Þarna var sem sé gengið búið að fara alveg niður í 170 og var að stíga upp þarna. Það var engin verðbólga, það var 2% verðbólga 2012. Þetta var eingöngu gert til þess að koma í veg fyrir að krónan leiðrétti sig og þeir fóru upp í 122. Þá hvað gerir fjármálaráðherra þá? Hann hækkar laun þingmanna og embættismanna 45%, skilur lögregluna og hjúkraliða eftir í runinu bara og heldur svo áfram og þá kemur COVID og þá segir hann, ég ætla að sleppa þessum fyrstu yfirlýsingum sem komu frá Seðlabankanum, en hann segir vegna þess að kaupmáttaraukning lífskjarasamningana er svo mikil að hún er orðin meiri heldur en þýskra verkamanna, þá ætla ég ekki að nota 800 milljarða til þess að halda genginu 122. Hann segir þetta, hann segist ekki ætla að nota gjaldeyrisvarasjóð upp á 800 milljarða til þess að hlífa okkur við þessari gengisfellingu sem hann fellir bara gengið þarna í 140 krónur. Hver er hinn nafnlausi fjármálaráðherra? Ég er hann. Ég einn hef verið að rópa þetta, en þú ættir að heyra árásirnar sem ég orðið fyrir og skýringarnar. Já, ég skal trúa því. Það er vandlifað í þessu, sko, þetta er eitt dæmi af mörgum það að Ísland er alveg sérstaklega eftirtektarvert hagkerfi. Það vita það allir að krónan er ónýtur gjaldmiðill. Hún fullnægir ekki þeim skilyrðum að vera mælikvarði á verðmæti eða vera að varðveita verðmæti eða vera nothæf í alþjóðlegum viðskiptum. Hún gerir það ekki, það vita allir. Það er verið að nota hana líka í. Við notum verðtryggingarkrónu. Já. Og verðtryggingar, sko, lán til lengri tíma í íslenska fjármálakerfinu eru verðtryggð. Og verðtrygging þýðir að eigendur fjármagns, þeir hafa allt sitt á þurfu, en hinir sem taka alla áhættu á sveiflukenndu hagkerfi
það eru þeir sem skulda og taka lán og þegar þetta þýttir náttúrulega eigna upptöku sko í stórum stíl í hruninu sjálfu og núna eru þeir heil kynslóð að upplifa það að hún er raunverulega þáttakandi, það boðið upp í að taka þátt í fjárhættuspili því að allir viðskipti í svona kerfi þar sem skuldarinn verður að taka á sig allar byrðarnar, það er fjárhættuspil. Já. En sko, við vorum búin að ná loksins tökum á þessu þannig kringum 98 þegar við settum á flotgengi krónu. Byrjuðum með körfu, gengiskörfu og sem endaði í flotgengi krónu í sambandi við evruna eða sem sé með hliðsjón af evru. Og þetta flotgengi gerði það að fyrir hrun var hér mesta kaupmáttaraukning sem hafði nokkuð tíma verið í landinu. En það er dálítið gaman að bera okkur saman við Færeyjar. Já. Í því tilfelli að þeir eru náttúrulega bundnir dönsku krónunni og danska krónan er bundin evrunni með einhver sveigjumark upp á 2,5% eða eitthvað svoleiðis. En efnahagslífið þar og þegar við erum að ræða sjávarútveg þá hafa Færeyingar enga möguleika til að taka neina peninga neinstaðar frá til að setja inn í ríkisstyrktan sjávarútveg í Færeyjum. Einu tekjurnar sem Færeyingar 80-90% tekjum Færeyja eru úr sjávarútvegi. Fiskveiðum og laxeldi. Og þeir hafa ekkert enga stóriðju, þeir hafa lítinn ferðamannaðina, eitthvað reyndar að aukast en ekki neitt til að sé hægt að mjólka hann. En umræðan í sjávarútveg núna og þessi auðlindagjöld þegar það er verið að bera saman, þeir eru með sára lítil fiskimið á heimaslóðum og annað þess áttar, en þeir lifa góðu lífi og hafa miklu betri kjör fyrir almennan Færeying heldur en við bjóðum upp á hérna á Íslandi. Sambarlegu við höfðum fyrir hrun. Já, ekki einu sinni það, þeir eru betri. Því að ég var í Færeyjum fyrir 5 ára síðan og þá var fiskvinnslukona þar með milli 600 og 700.000 á mánuði í íslenskum krónum í kaup. En bæjarstýran í Þórshöfn sem var þá bæjarstjórn þar, hún var með 1100 og eitthvað þúsund. Munurinn á hæðstu og lægstu launum var ótrúlega lítill. En við erum með hærri laun heldur en á forsætisráðurunum okkar og borgarstjórunum okkar og bæjarstjórunum hér í litlum sveitafélögum til þess að gera heldur en í London og New York. Það skeiði 2017 hækkaði Bjarni Ben laun þingmanna og embættismanna. 45%. En gerði það væntanlega ekki persónulega heldur þetta kjararáð. Já. Það var einhver Katrín Jakobsdóttir hoppaði hæðsinn og sagðist aldrei að fengi jafngóða góðbækun. Það var kjararáðið að spjalla. Já. En Heiðrún Lind sagði þetta leyti, við munum aldrei sætt okkur aftur við gengið sem var fyrir hrun. Já. Þetta sagði hún opinberlega. Hún ætlar að ráða því hvað gengið. En þá var krónan 122 og síðan er komin upp í 145. Þeir útgerðin lifir í dag, hvort sem þeir kallir það ríkistyrk eða ekki, hún lifir á 60% gengisfellingu sem kostar lífeyrisþega 45% kaupmáttarrýrnun. Og núna eru verkamenn búin að ná sér í smá kjarabót. Þeir eru með 41% kaupmáttarrýrnun síðan fyrir hrun. Þeir hafa aðeins bætt sig 4%.
Ríkissjóður, hann á sama level og lífeyrisþegar. En þegar við tölum ríkisstyrki í sjávarútvegi á Íslandi sem þau og margir þingmenn að gapa í dag í umræðinu veiðileyfagjöld, að hvað það annað en ríkisstyrkur þegar þú þarft að borga 26 krónur fyrir kíló að þorski sem þú færð útluta frá ríkinu en getur leigt á 500 krónur. Hvað það annað en ríkisstyrkur? Og hvað það mikill ríkisstyrkur að þegar Jón fær ekki að veiða neitt en séra Jón fær að veiða og hefur aðgang að fiskimiðum fyrir svona tombóluprís. Já, það gleymist líka og hverfur í þessari umræðu að sjávarútvegurinn rekinn með góðum hagnaði og hefur verið á undanförnum árum. Og spurningin að því hefur verið haldið fram og færður rök fyrir því, ég held að þau séu rétt að hagnaðurinn í sjávarútveginum 2 til 3-faldur á við það sem hann í flestum öðrum greinum, samanburðargreinum. Af hverju? Það vegna þess að ríkið takmarkaði aðsókn í auðlindina. Það vegna þess að ríkið úthlutar mönnum veiðiheimildum og það enginn sem hefur heimild til þess að taka það frá þeim í samkeppni. Það má orða þetta þannig að þeir fá hráefni ókeypis. Eða hafi fengið það upphaflega ókeypis. Já. Þetta ekki ríkisstyrkur að sjálfsögðu? Ég get ekki túlkað þetta annað heldur en að það sé engin sjávarútvegur í heiminum í rauninni með meiri ríkisstyrk heldur en íslensku sjávarútvegur. Já, það má vera. Ég hef ekki borið saman við allar sjávarútvegur. Nei, en hvort sem það eru allir eða einhverjir, en þetta verulegur ríkisstyrkur. Norðmenn hafa sem að reka sjávarútveg á sinni löngu strandlengju hafa gert hefðbundið, rekið hann sem byggðastefnu. Þeir gera það að vissu leyti enn vegna þess að þeir skilir það að menn sem að fást við útgerð og að gera út skip, þeir verða að vera til sjós. Og þeir sem eiga þessi fyrirtæki verða að vera búsettir í viðkomandi sveitarfélagi. Þannig að þeir eru vonast til þess að flæðir renni flæði peningana renni byggðirnar en þjappist ekki allt saman í Oslo eða í útlöndum. En þeir hafa verið að reyna að öðru leyti að draga úr ríkisstyrkjum nema fyrir utan svona starfsþjálfunarstyrki sem aðrar greinar fá líka. Ég veit ekki nákvæmlega þannig að þeir hafa dregið úr ríkisstyrkjum. Við segjum engi ríkisstyrki hér, en það náttúrulega bara barnaskapur. Það bara öfugmæli og bara lygar. Bara hreinlega algjörar lygar. En við erum reyndar umræðan í þinginu sjávarútveg af rosalega skornum skammti og ekki vitræn og þekkingaleysi þingmanna almennt sjávarútveg alveg ótrúlega lítil. Já, aðrar þjóðir hafa herskyldu. Það veri ágætt til samanburðar að hafa skylda unga menn til þess að eyða einhverjum tíma á sjó, svona 1 til 2 árum að lágmarki. Það skemmir engan. Nei, það skemmir engan. Og það væri fróðleg könnun, kanna það hvað margir af þeir sem nú sitja á þingi hafa þann feril að bæti. Þeir eru ekki margir. Nei, ekki margir. En eitt finnst mér skera í gegn með þetta mál þó og allt þetta og vegna veiði gjalda frumvarpsins. Sjáið þið hvernig bylgjan rís gegn þessu. Núna síðast kom lífeyrissjóðs stjórnir lífeyrissjóðana. Nú eru þær bætast þær í hópin. Skilurðu? Það búið að safna liði, það verið að safna liði allt þjóðfélagið að búa til þetta. Við erum að tala þjóðin ekki að taka þátt í þessu. Sem betur fer, og við skulum fara aðeins aftur í tíman fyrir hrun, þá
viðurkenndu útgerðirnar að veiðigjöldin ættu að standa undir kostnaði. Já. Og þeir gáfu okkur skip Árna Friðriks byggja fyrir okkur skip, þeir gáfu okkur skip og sögðu við þig að standa undir kostnaði við útgerðina eða við sjávarútveg. Þetta alveg týnt og grafið núna. Já. Og svo kannski þetta með að að í þessu felst að þeir eru búin að svindla á fiskverðinu til sjómanna allan þennan tíma eins og ráðherrann sagði í upphafi við ætlum ekki að horfa tilbaka, við ætlum bara að setja þetta á núna. En þeir eru þetta landsambandsverði búið að vera bara aðfátur efni allan tíma 30-40% undan markaðsverð. Heyrðu drengir, þetta ágætt í bili hjá okkur en þið voru saman á togara og til sjós en Jón, þú varst áður fyrr á sjó, á síðutogara. Já, fórstu ykkur á túra eða túr? Sjómannsferill minn sá að ég var á ég fjármagnaði mína háskólamenntun með því að vera í auðvitað vinnandi maður og oftast til sjós. Ég gat það ekki öllum sumrum en ég hef verið á línu og ég var á síðutogurum og ég var á skuttogurum og ég var eitt sumar á síld en það misefnaðist. Og ég fór fyrst á togara á stúdentsprófs ári mitt. Lengsta saltfisktúr sögunar. Það ágætar sögur til að því. Ég skrifaði það einhvern tímann, rifjaði það upp í Sjónvarpsblaðinu á Norðfirði því að þetta var gerpir flaggskip flotans og því að það var gert út af sjávarútvegsráðherrann Lúðvík Jónssyni sem þá var að færa út í 12 mílur. Þetta var 1958 og ég var að byrja ég stúdent vorið 58 og byrjaði nám í Edinborg þá haustið. Sumarið var ég á þessum togara og túrin tók 4 mánuði og það 560 tonn af flöttum saltfiski frá vestanpart frá Nýfundalandsmiðum. Við byrjuðum á Grænlandi, það var trekt, svo kallinn færði sig suður eftir og þar vorum við restin af tímanum. Áhöfnin var satt að segja í skrautlegu meiralagi því að þegar ég var stúdent þá glumdi útvarpinu alltaf vanamenn vantar á togara og ég gaf mig fram og ég sá það að skipið var ómannað. Ástæðan var svo að það hefði verið mannað af Færeyingum veturinn og þá en svo spruttu einhverjar deilur gjaldeyrisyfirfærslur þannig að hann formaður þjóðveldisflokksins í Færeyjum Patterson hann kallaði sína menn bara heim. Þannig að það var enginn í áhöfnun nema skipstjóri, stýrimaður, vélstjóri og loftskeytamaður. Svo ég fór á stjá að leita. Ég kom með einhverja svona skólabóka ígulterja drengi. Ég kom með 6 og kallinn svona, reyna að nota þennan, ég nota þennan í pontið. Þegar ég kom með Dag Sigurðarson skáld, þá sagði nei, hingað ekki lengra, þetta gengur ekki. Þá höfðu nú, þá heyrði ég að vanir sjómenn að vestan væru á því sem við köllum þá drykkjumannaheimilir í Gunnarsholti. Það var kallað drykkjumannahæli, Ég setti mig í samband við það og fann það út að þar væru 6 þaulvanir sjóarar. Og þetta heyrði undir félagsmálaráðherra. Og félagsmálaráðherra þá hét Hannibal Valdimarsson, svo ég pantaði tíma hjá honum og fór þess á leit að félagsmálaráðherra misbeitti valdi sín til að útskrifa þessa þaulvonu menn. Hann tók því vel, en hann gerði betur, hann sendi ráðherrabílinn eftir þeim til þess að kæmust úr allar leiðum bort. Já, það ekki á bar áður
Og þannig var þetta að lokum mannað að svo komu einhverjir strákar á Norðfirði úr skólum og ég var með einn latínufræðing danskan sem var notaður í lestina og Magnús Vinur Jónsson var notaður í pontið, skáld. En þarna var varla nokkur maður sem hafði mýið saltan sjó. Og það var námskeið upp á Keis hjá Hebba Bátsmanni að kenna mönnum að rýmpa eða gera við að hlýða skipunum. Það kunni nú fáir að rýmpa í net, það voru 2 á vakt held ég eða 3. En hérna og það var, við komum einu sinni í land og það í St. John's á Nýfundalandi og búin að vera þá líklega 2 mánuði í sjóvolki og ekki fá sækja vatn og salt. Ég var aðstoðarkokkur þannig að ég gat stólið af vistum skipsins svona 1/3 og seldi á kajanum til þess að það var ekki ræðismadur í St. John's Nei, þeir hefði ekki fengið neitt pening Ekki nokkur pening Nei. Svo datt okkur snildar ráð í hug ég þóttist náttúrulega vera sérfræðingur í landhelgismálum og Magnús Jónsson hann var sonur fréttastjóra Ríkisútvarpsins og hann hafði fengist við blaðamennsku svo við bönkuðum upp á hjá Standard Evening News og buðum viðtal hafréttarmál og landhelgismál af því að Ísland var að færa út í 12 meðan við vorum að veiða upp undir 3 mílum yfir Kanada og það gekk fengu $16 fyrir viðtalið og svo fórum við færðust allir í aukana og fórum í útvarpsstöðina á inni og buðum sama og fengum þá $28 þetta var ég sá ég var eiginlega orðin sonur Lúðvíks Jósefssonar en svo spurði hvað ætluðum við að gera við komast á einhverja anskotans krá og okkur var sagt að það væri næturklúbbur í útjaðri St. John's sem héti Bella Vista og svo fórum við að safna liði og ég held að ná 10 einhverjir voru komnir í 20 fyrir óspektur og almannafæri en 10 komst á leiðarenda og á þennan Bella Vista klubb en okkur dvaldist það nokkuð lengi þannig að við áttum ekki alveg fyrir öllu og við vorum allir settir í eldhúsið að þrífa upp þegar ég kom svo til St. John's seinna í fjöruneyti frú Vigdísar forseta þá var landstjórinn yfir Nova Scotia og Nýfundalandi sá hinn sami Gordon Wells ég sagði honum söguna af Bella Vista og hann hafði enga vöflur á hann setti ráðherrabíla undir okkur alla til þess að heimsækja klubbinn aftur og þeir mundu enn eftir okkur 20 árum síðan við vorum ekki látnir þó upp þetta var þegar ég kom til Skotlands þá var ég með 1 ferðatekk 360 pund það voru 2-föld meðallaun í Skotlandi 2-föld meðallaun háskólagjaldið árgjaldið var 16 pund þannig ég held ég hef aldrei verið ríkari heldur en eftir þennan túr fullt skip af saltfiski ég þetta verið glæsilegt maður en Jón, fyrst þú ert nú hérna hjá okkur og við erum nú búin að vera að tala sjávarútvegsmál í 2 þáttum í rauninni þá langar mér til þess að minnast á það og þú segir okkur söguna af aðdragandunum þess að þú fórst til Eystrasaltslandana og skrifaðir í rauninni merkilegustu sögu sem að utanríkisráðherra á Íslandi hefur gert með því að lýsa yfir sjálfstæði þessara landa. Já, þetta var saga að segja frá því að hún stóð yfir tæp 3 ár.
við erum að tala árin svona 1988, 9, 90 árið sem að þegar Berlínarmúrinn féll og Austur-Evrópa losnaði undan úti Sovétríkjanna etc. Og þá gerist það að þessar 3 smáþjóðir við Eystrarsalt, Eistar, Lettar, Litháar, tæpar 10 milljónir mannfjölda samanlagt. Þar spratt upp svona grasrótarhreyfing. Í upphafi var hún fyrst og fremst gegn rússifiseringu þessara þjóðfélaga. Þær höfðu sem sé orðið að þola hernám og innlimun í Sovétríkin. En þarna spratt upp sjálfstæðishreyfing sem var líka öðrum þræði svona menningarbarátta fyrir tilvist þeirra, tungumálsins og allt saman. Á sama tíma voru leiðtogar Vesturveldanna að semja við Gorbatsjov sem góður maður endalok kalda stríðsins og það voru mjög þýðingarmikil mál. Það voru verið að semja frelsi ríkja í Mið- og Austur-Evrópu, það voru verið að semja friðsamlega sameiningu Þýskalands, það voru verið að semja afvopnun, bæði venjulegum vopnum og kjarnavopnum og samdrátt herja. Stefna Vesturveldanna var svo að þessi samningar væru svo mikilvægir og samningsaðilinn væri bara Gorbatsjov og ef að einhverjar þjóðir færi út fyrir ramman eins og þessar sem heimtuðu endurreist sjálfstæði úr Sovétríkjunum, þá myndi Gorbatsjov verða steypt á stóli og koma tilbaka og þá verði nýtt stríð etc. Þú spurðir af hverju gerði ég það sem ég gerði og það vegna þess að ég var algjörlega ósammála þessari stefnu. Þetta var engin stefna. Þeir bundu allt sitt trúss við örlög Gorbatsjovs. Gorbatsjov var að missa allt fylgi heima fyrir í Rússlandi af þeirri einföldu ástæðu að hann hafði ekki neina umbóta áætlun til reiðu. Það var pólitísk upplausn og endaði í valdaráns tilraun gamlu komana. En jafnvel þótt þeir gerðu tilraun til valdaráns þá unnuðu þeir ekki og það voru lýðræðisöflin sem að unnu. Já. Og lýðræðisöflin voru hvergi eins sterk eins og í Eystrasaltslöndum og ég sagði einfaldlega innan NATO við höfum ekki leyfi til þess að fórna sjálfstæðisvæntingum þessara þjóða sem hafa verið verst leiknar í kalda stríðinu á altari samninga sem við erum að gera við Gorbatsjov. Gorbatsjov á fallanda fæti, ástandi í Sovétríkjunum alveg öfugt við það sem þið haldið. Sovétríkin eru gjaldþrota og þau eru á upplausnar stigi. Og til marks það var að Bush eldri hann flutti þá ræðu í Kíev 1. ágúst 1991 þar sem hann skoraði á Úkraínumenn að falla ekki fyrir öfgaþjóðernisstefnu en halda Sovétríkjunum saman undir forystu Gorbatsjovs. Þetta hefði nú verið Pútín hefði fundið þetta að vera fín ræða ef hann hefði heyrt hana. Þetta var með öðrum orðum, Vesturvöldin voru komið með þá stefnu að halda Sovétríkjunum saman í nafni stöðuleika og friðar í staðinn fyrir að kalda stríðið hafi jú verið það að frelsa kúaðar þjóðir undan noti þeirra. Þetta var tóm vitleysa og ég sagði það, þetta væri tóm vitleysa. Tékkland og allt sem hafði skeða. Og síðan bara hefur atburðarásin sín gang, Berlínarmúrinn féll, þessar þjóðir koma á kosningum, lýðræðislegum kosningum til þings, mynda ríkisstjórnir með þingbundinni stjórn og allt hvað eina og koma til Vesturveldan og óska eftir stuðningi. Og verða heldur betur hissa þegar þeim sagt að hafa sig bara hæga og þegja og semja við Sovétríkjunum heimastjórn eða eitthvað. Bara það var sjokk. Og eini maðurinn sem talaði málið þeir voru reknir út af fundum og ráðstefnum og eini maðurinn sem stóð upp og talaði málið var ég.
og þegar að sko það nú eiginlega ástæðan sko auðvitað fara þessar fréttir heim og þær fá þær fréttir að allir talsmenn NATO og forystumenn vestrænna lýðræðisríkja hafa allt á hotnum sér og segja þeim vilja ekkert við á tala og segja þeim bara að sætta sig við örlög sín nema einn maður, þeir áttu einn vin í heiminum og þá ég heldur betur og sko margir halda að þetta hafi verið eitthvað kapplaup hver því fyrstur til að viðurkenna frelsið eða sjálfstæði það auðvitað ekki bara spurningum hver þorði þetta spurningin það að það var grundvallar ágreiningur stefnu og stefna vesturveldana var bara vanhugsuð og yfirborðskennd og hérna ég var betur að mér innri málefni Sovétríkjanna heldur en leyniþjónusta CIA og þá meðal annars vegna þess að Arnór bróðir minn eini maðurinn frá Vesturlöndum eða fyrsti maðurinn frá Vesturlöndum sem var stúdent frá háskólanum í Moskvu átti vini bæði í Rússlandi í Eistlandi, Litáen Ólafur bróðir minn var í Karls háskólanum í Prag og þar áttum við Hauka í horni í hreyfingu Havels þannig að ég var betur upplýstur af andofsmönnum þar raunverulega ástand heldur en leyniþjónustan bandaríska ég endurtek það og hafði allt aðra stefnu og mín stefna reyndist rétt og varð ofan á Já og ofan á ennþá heldur betur en hérna en svo þegar að forsetar og forsætisráðherrar þessara þjóða vildu á 30 ára afmælinu koma í heimsókn til Íslands og taka í höndina á velgjörðarmanni sínum þá sáu íslensk yfirvöld til þess að ég var ekki boðinn en það ekki ótrúlegt það staðreynd Já, en það ekki bara, ekki, sko, við, íslenska þjóðin, við ekki að meta þetta rétt, þetta afrek sem þú gerðir? Ég hef hvergi séð neitt það fjallað. Það er reynt að þakka, það er ekki öðruvís. Og bara alveg furðulegt. Það alveg ótrúlegt að það skuli vera í gangi. Það eru skýrðar eftir þér götur. Já. Utanríkisráðuneytið í Tallinn í Eistlandi við torg sem áður var aðalstöðvar kommunistaflokksins þar í landi en heitir núna Íslandstorg. Já. Og gata sem liggur að þinghúsinu Seimas í Vilnius Íslandsgata. Já, og lettar reistu hér sérstakt minnismerki við Túngötuna í Reykjavík og það sem að geirnum beint að sovéska sendiráðinu. Já, þær hafa sýnt að þær kunna vel að meta hérna Eistar voru að bjóða mér núna á þjóðsöngvahátíð sína því að þeir eru eina þjóðin í veröldinni sem hefur sungið sér til sjálfstæðis. Þeir hérna halda á 30 ára fresti alltaf þjóðsöngvahátíð þar sem þjóðin kemur saman 100.000 kórar úr öllum héröðum landsins og syngja frá sólarhringa. Ég þarf að syngja með þeim. Út af þessari þöggunsjónefndi þá kom einn hagfræðingur ég hitt hann á förnum vegi og hann sagðist myndi hringi mig og hann hefur fylgst vel með því sem ég var að ræða við þig og hann ringir í mig og segir og ég ætla ekki að nefna hann upp hann segir í kringu þennan mann hringt í menn í öllum menntageiranum á Íslandi og þeim hótað ef þeir láta þessa og þessa skoðun í ljósi sem segir að það sama ógn í menntageiranum eins og í sjávarútvegi þöggun En drengir, þið voru saman til sjós 2 túra góða túra og þið það voru skemmtilegi karakterar sem að meðal annars ég reyndi að fá
menn sem hafðu verið með ykkur til sjós. Já. Og Óli, það best að þú segir þessar sögur af þessum köppum. Það var gaman að því að þessi miklu sögumaður, hann eiginlega fagði þegar hann kom í borðsalinn hjá okkur. Því að þú átt við Jón Baldvin. Jón Baldvin, hann eignaði skóða félaga sem annar hétu Valdi Víðolta og hinn var Guðmundur Sesarmann. Toppmenn hjá mér og voru lengi með mér og voru yfirmenn og dekki og færi menn. Vinir ævilangt. Já, alveg. Og það var bara gaman að því en ég má til með að segja eina sögu af þessum manni sem var að segja okkur frá þessum sögum þarna að nokkrum árum áður skildi hann koma borðið þennan togara og við brennum vestur á Halla, hann var að drífa klósitinn á leiðinni nema hvaða köstum þar og lendum í þessari fínu veiði 3-4-5 tonn í hali 2 tímar þangað 2 tímar og við dúlluðum þetta nema hvað að þetta var átufiskur og minn maður byrjar að brenna svona heftalega og ég kunni bara engin önnur ráð en að þrífa sig vefja með grísu þegar hann fær á vaktina og reyna að lifa þetta en hann hélt að fara að brenna og eftir 2 daga þá sá ég ekki annað fært þegar að segja þú verður bara hægt þú verður að stoppa í sólarhring þú getur þetta ekki minn maður kom upp og satt á bekknum hjá mér fyrir framan apótekið og vafði sína hendur einustu vakt og ég fekk hann ekki til þess að stöðva og hann átti í svo 4 daga og stóð uppi sem hetja og við fórum 8 dögum seinna fórum við í land með fullan bát af þessum átufiski. Já. En það saga á bak við þessar sögur, sko. Ég gat ekkert hætt vegna þess að það voru 2 gæjar borð sem var alveg sérstaklega í nöp við kennara. Já. Þeir hétu Valdi Víðolt og Guðmundur Sesar. Þegar þeir heyrðu að rektor menntaskóla sem væri ætti að vera borð og þeir voru að flaka fisk í hendurnar á mér. Þá ákvaðir að ganga frá mannum og láta nú reyna á hvað kennarablókin dygði, helvítis kennarablókin. og það, sko, ég einsetti mér að þeir skyldu aldrei koma mér úr kné, þessir anskotar, en smá saman hafði ég eftir á hafði ég upp úr söguna. Sko, báðir höfðu nefnilega dottið út úr skólum sko, að loknu eða í skyldunámi meira segja. Sesar var í skóla á Laugum í Þingeyjarsýslu og honum leiddist svo skólahaldið að hann kveikti svolítið í því til þess að gera hlé á þessu sem endaði með því að hann var auðvitað rekinn. Valdi Víðolta var einhvern tímann að þvælast fermingaraldurinn þegar skipshöfnin á Kaldbak komum borð í Sjallan á Akureyri og hélt árshátíð og hann var þar enn þegar þeir hafðu skemmt sér nægilega og svo endað með því að þeir tóku hann borð og gerði hann að skipshundinum á Kaldbak og síðan hefur hann ekki farið í land eiginlega. Þannig að þessir gæjar ætluðu sem sé mig lifandi að drepa og ég var jafn ákveðinn í því að það skildi ekki takast. En þeir, og það var ekki fyrir á allra seinustu dögunum sko, að þeir sögðu já ok, en að þú tökum þig í sátt og réttu mér einn kamel og ég tók þetta því að Sesar hafði gullbryddaðan kveitari, aldrei séð svona fínt apparat og kveikti kamel og þar með voru miðvinir og svo vinátta innsigluð æviland. Sesar við miður ekki með okkur en hann fórst voðveiflega. Við skrúð. Já, við skrúð. Hann var að byrja að gerast frumkvöðull að kræklingarækt sem hann hafði kynnt sér rækilega í Kanada, á St. Edwards Islands
og ég man að við töluðum þetta heil lengi, það var á mínum fjármálaráðherra árum og Sesar var harðgreindur náundi og afskaplega skipulagður. Ég hafði tröllatrú á því að þetta myndi takast. Hann ætlaði að hafa þetta kvíja eldi sitt inn í Hvalfirði. Hann þurfti að skreppa, hann þurfti að hafa náttúrulega trillu til þess að sinna þessu kvíja eldi og keypti bát á Vopnafirði og seinasta ferð hans var sú að sækja þennan bát og sigla suður og hann tekur tengdason sinn með sér. Og síðan segir ekki meira af því en sko ég heyrði söguna þannig að þegar þið sigla fram hjá Skrúð að það var orðið fyrir óvæntu og svakalegu brotsjó og hann var fastur niður í vélarrúmi og fekk sig hvergi hrært en gat sparkað tengdasinnum upp þannig að hann slapp lífs en Sesar fórst með bátnum og það er mikil eftir sig á þeim manni því að hann var kallaður besti netamaður bara flotans hann var svo vel verkifarinn já, skipulaður, flottur góður verkstjórnandi allir boru virðingu fyrir hann og það er merkilegt hann gaf bók sem Sigur í hörðum heimi sem að Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir skrifaði með honum þetta er velgerð bók og segir þá sögu þegar hann lenti í því að þurfa að bjarga dóttur sinni á svona fermingaraldri úr klóm dópista og það var bara stríð upp á líf og dauða þegar gerði honum fyrirsátt og þeir sátu hann að rukka hann fyrir skuld dótturinnar já, akkurat en hann tók þetta mál afar föstum tökum fyrsta lagi bjargaði hann dóttur sinni flutti hana norður á Laugum það hafði ekki tekist að brenna skólan og þessi bók er frásögn að viðurregn hans við kerfið, íslenska kerfið barnaverndarkerfið, lögreglukerfið ráðuneytakerfið sem brást í stórum dráttum brást það algjörlega í þeim samskiptum en hann segir skilmerkilega frá því og með það í huga að öðrum til aðstoðar og viðvörunar. Já, en er eitthvað sem þið viljið segja í restina drengir sem eitthvað finnst þurfa að koma ég ætla bara að spyrja þennan strák sem situr við hliðin okkar og mill okkar og með allan sinn sjómannsferil að baki hann lítur út eins og unglingur tágrannur, stæltur er þetta svona lúxuslíf að vera sjómaður á Íslandsmiðum? Já, það er nú meira lúxuslífið ég fékk nú ekki að njóta þess lengi þarna nokkrum árum eftir að þú kannski heyrt þá sögu var mér bara sparkað og fékk hvergi inni á sjó fór víða og bankaði á dyr en það gekk ekki en síðan hef ég þvælst heiminn eins og þú að selja vörur fyrir Hambíuna var lengi í Seattle ég átti minn tíma suður í á Afríku fiskaði vel þar hvar? Reynda Máritaníu og Marokko reyndar líka en ég fiskaði nú ekki það lengi en í Máritaníu var ég 1 ár fiskaði mikið en nú svo kom ég heim og var með bát í Breiðafirðinum lítið bát og mér tókst að hafa gaman að því að veiða beitukók kuðunga í gildrur svona 100 pottar sem við settum með 5 metra millibil í sjóin og ég var þar svolítið tíma Hverju keyptu af þér beitukónginn? Hverju keyptu af þér beitukónginn? Hann fór til bæði, sko hann fór held í Kínahverfin
Það var Þannig fengust verð fyrir hann, sko. fyrirtæki í Njarðvíkunum sem að gerði út bátinn og Já, fyrst var hann í eigu vann hann. Kínverja. Já. Þá var eigandi þessar fyrirtækis í Njarðvík. Hann var þá bara útgerðarstjóri. já, Og við þekktumst. Ég hafði hjálpað honum við Jóna Hofi, af því hann kom nú hérna. Að þá vortu að vinna Lúðvík. þetta opnar í smásögu. Ég hafði farið til Argentínu. Já. Og ég lærði í Argentínu að það þýtti ekki að selja en stór troll, þeir vildu bara pínu lítil troll, en himinlanga grandara. Já. Og ég kem með þetta heim og þá kemur eigandir í Njarðvík, að hann kemur þarna með skipstjórar sinn til mín. Sá hafði verið á snurvoð, en hann vildi draga snurvoðina. Hann sagði, ég fiska vel í snurvoð, en ég vil vera svona togara. Og ég lét búa til úr þessu nýja súperefni, lítið 40 metrar troll, sem mjög lítið bottroll, og við fengum okkur þessa svakalöngu 200 metra grandara og aðeins stærri hlera. Förum út í skal ég segja þér, við förum út í Jökuldýpi, bara til þess að reyna græjuna, og þar útfiskum við Snorra Sturluson, risa togara. Útfiskum hann á þessum litla bát, nema þá fær Einar skipstjóri á Jónahofi flugu í höfuðið. Hann þarf að losna við mig í kvelli, fer með mig inn, segir, heyrðu Óli, ég hef samband við eftir 2 daga. Hann keyrir austur með landi, fer í dýpin á milli grunnana, ögrafagrunnsins og þessar grunn, fer þar, hringir í mig og segir, heyrðu Óli, þú trúir þess ekki. Ég að fá hálft og upp í 1,5 tonn í hali af skötusel. Og þar byrjar einhver mesta veisla sem hefur verið í nýliðun. Það var skötuselsveiðar. Og við seldum 600 troll í bátana fyrir Suðurlandi af þessu dæmi frá Argentínu. Jæja, drengir, þetta orðið gott hjá okkur í bili. Ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir og við náttúrulega hvetjum. Við erum náttúrulega að taka þátt í málþói sem er hérna hjá stöðinni og marathon. En öfugt við málþóið á þingi þá skadar þetta engan. Nei, þetta skadar engan. Þetta gerir bara, ætti að gera bara öllum gott. Að hlusta á útsendingu hérna og glatt í geði. Og við bara hvetjum alla til að gerast þáttakendur og stuðningsaðilar við stöðina þannig að hún megi lifa áfram og sem lengst. Ég þakka fyrir mig. Takk fyrir.